Góðan daginn. Ég set hér fund bæjarstjórnar nr. 408. Hann var haldinn í bæjarstjórnarsal 5. 24. febrúar árið 2022 og hófst hann klukkan 17:11. Fundinn sitja Ragnar Ragnarsson, Erla Freyjursdóttir, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Gunnlaugur Smárason og Hrafnhildur Hallvarðsdóttir. Hér er einnig Jón Sindri, aðstoðarmaður bæjarstjóra sem stýrir útsendingu og Jakob Jörgen Jakobsson bæjarstjóri sem einnig ritar fundargerð. Ég ætla að byrja á því að biðja afbrigða dagskrá. Aðalgata 3, mál nr. 26. Ég ætla að fá að byrja á því máli. Hverjir samþykkja það afbrigði? Það er samþykkt. Byrjaði? Já. Það er samþykkt samhljóða. Og svo er nýtt mál á dagskrá nr. 29, Breiðafjarðarferja Baldur. Hverjir samþykkja það sem tekið inn á dagskrá? Og það afbrigði er einnig samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að byrja á máli nr. 26, aðalgata 3, Steinunn. Ég ætla að fá að víkja fundið vegna tengsla á hvernig varamann. Já, Steinunn Ingibjörg líkur að fundi og enn kemur Anna Margrét Pálsdóttir. Já, fyrsta mál dagskrá er mál sem er nr. 26 á dagskránni, aðalgata 3, umsókn byggingar, áform og byggingarleyfi. SS Veitingar sækjum að nýta núverandi óráðstafa rými í kjallara aðalgötu 3 ásamt því að bæta aðkomu að kjallaranum með tröppum niður á útisvæði. Leitast er við að nota sams konar klæðningu og er að viðbyggingu aftan við húsið. Það er svarta timburklæðningu. Svalir sem snúa í norður verða fjarlægðar og tröppur á fyrstu hæð verða endurbyggðar. Bílastæði verða færð til á lóðinni og þeim fjölgað úr 5 í 6 og fleira. Það sem ekki fyrir hendi gilt deiliskipulag fyrir svæðið vísaði byggingarfulltrúi framkvæmdum utan hús til skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd hafnaði á fundi nr. 257 beiðni fjölgun bílastæða á lóðinni með vísun í tillögu að deiliskipulagi miðbæjar austan aðalgötu sem samþykkt hefur verið í bæjarstjórn og bíður nú staðfestingar og skipulagsstofnun. Jafnframt samþykkti nefndin samhljóða að grenndarkynjaserindi samkvæmt 2. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 fyrir lóðarhöfum Austurgötu 2. Á 636. fundi sínum vísaði bæjarráð afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar til bæjarstjórnar. Og orðið er laust. Erla, gerðu svo vel. Erla, bæjarfulltrúi Ólafsstaði beðið orðið. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að fagna þessu erindi. Ég held að þetta sé bara af hinu góða að fara í þessar breytingar. Ég hefði sjálf helst vilja auglýsa þetta vegna þess að þetta er svona virðist landa þarna á milli. Það er ekki búið að samþykkja deiliskipulagið sem er ekki búið að staðfesta það skipulagsstofnun. Og það hefði náttúrulega verið langt best sko ef þessar upplýsingar hefðu komið inn á meðan að þetta deiliskipulag var í vinnslu. En það var ekki þannig að ég eins og ég sagði, hefði helst vilja auglýsa vegna þess að þá held ég sé lýðræðislegast og taki líka bara af allan vafa um málsmeðferð. En ég held ég myndi líka alveg fallast á það að miðað við þau gögn sem liggja fyrir fundinum og komu inn fyrir fundi núna bara rétt fyrir fund að samþykkja það að þetta verði grenndarkynnt fyrir þeim aðilum sem að skipulags- og fulltrúi lagði til að verði grenndarkynnt fyrir. Og bendir líka á að það er villa í fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það virðist að hafa verið víxlað hverjir samþykktu hvað. Það verður vonandi leiðrétt. Takk fyrir þetta Erla. Orðið er laust. Undir lið aðalgötu 3. Fleiri kveða sér ekki hljóðs.
Bæjarstjórn samþykkir að grenndarkynna erindi samkvæmt 2. málsgrein 44. grein skipulagslaga númer 123/2010 fyrir lóðarhöfum Austurgötu 2, Aðalgötu 1 og Aðalgötu 2. Hverju eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá máttu við ekki að fundi Anna Margrét, takk fyrir. Takk fyrir. Steinunum að koma inn. Steinun Ingibjörg komið inn á fundinn og við höldum áfram dagskrá og byrjum þá á lið 1 sem er ágústufundur byggingafulltrúa, númer 19. Lögð fram fundargerð frá 19. ágústufundi byggingafulltrúa, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Lið 2, atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Lögð frá fundargerð 10. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 3, skóla- og fræðslunefnd. Lögð hér fram fundargerð númer 190 skóla- og fræðslunefndar. Lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4, skipulags- og byggingarnefnd. Lögð fram fundargerð frá fundi númer 257. Lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Liður 5, bæjarráð, fundargerð frá fundi númer 636. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Liður 6, Ægisgata 1, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Lögð hér fram greinargerð Stykkishólmsbæjar vegna stefnu Rakelar Olsen og Ágústsson EHF sem höfða mál fyrir Héraðsdómi Vesturlands vegna málefna Ægisgötu 1 þar sem aðallega eru gerðar dómkröfur á hendur stefnda Guðbrandi Björgvinssyni en til vara á hendur stefndu Guðbrandi Björgvinssyni og Stykkishólmsbæ. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Liður 7, skólakstur við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Lagði fram reikningar vegna skólakstur við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Á fundi númer 636 hjá bæjarráði var málinu vísað til vinnu við viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Liður 8, styrkir til félagasamtaka vegna fasteignagjalda 2022. Lagður er fram listi yfir styrkir til félagasamtaka vegna fasteignagjalda 2022 og lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Liður 9, heilsuefling Eldborgar í Stykkishólmi. Lögð fram til kynningar skýrsla viðbót við starfsemi og þjónustu í félagsstarfi og heilsueflingu 60 ára og eldri í kjölfar COVID-19. Stykkishólmsbær sótt styrk til félagsmálaráðuneytisins vegna sérstakra viðbótarverkefna í félagsstarfi fullorðinna fyrir árið 2021 sökum COVID-19. Bærinn hlaut styrktarfjárhæð 304.300 krónur og er markmið að koma upplýsingum og aðstöðu fyrir á 9 stöðum á heilsustíg við Grensás og Þröskulda. Hluti verkefnisins var að framleiða rafræn æfingamyndbönd sem nýttust vel þegar samkomutakmarkanir voru ríkjandi og nýtast áfram í þessu verkefni þar sem sett verður upp skilti á æfingastöðunum með QR-kóða sem vísar í myndböndin. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 9. Enginn hefur kveður sér hljóðs. Það er liður 10, aðalfundarboð 2022. Hér er lagt fram fundarboð á aðalfund SSVAF sem fer fram miðvikudaginn 16. mars næstkomandi á Hótel Hamri í Borgarnesi. Lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 10. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 11, samkomulag uppbyggingu breytingu hluta húsnæðis sjúkrahúss HVF í Stykkishólmi fyrir hjúkrunarheimili. Lagt hér fram undirritað samkomulag milli heilbrigðisráðuneytis og Stykkishólmsbæjar flutning á þjónustu dvalarheimilisins í Stykkishólmi til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Lagt hér fram til kynningar
og orðið er laust. Engin kveðjuhljóð. Liður 12. Tillaga til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða 332. mál. Lagt er fram erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sem sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Þess er óskað að undirrituð umsögn berist eigi síðar en 25. febrúar næstkomandi. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Enginn hefur kveðið ljós. Liður 13. Rannsóknar, vinnslu og afurðamiðstöð þangs í Stykkishólmi. Á 10. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var gerð grein fyrir stöðu mála varðandi áform Arcadian Seaplants að reisa þörungavinnslu við Kallhamra. Fyrir liggja samningsdrög milli Stykkishólmsbæjar og Arcadian skipulagsvinnu og vilyrði fyrir lóð. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fagnaði því að líkur á ákvörðun Arcadian Seaplants að reisa þörungavinnslu við Kallhamra séu meiri en áður. Nefndin hvatti bæjarstjórn til að flýta vinnu við skipulag á atvinnulóðum við Hamraenda og Kallhamra og kynna möguleika svæðisins fyrir fjárfestum. Lagt er fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið ljós. Liður 14. Tillaga breyting á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar. Hér er lögð fram tillaga til síðar umræðu breyting á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar vegna breyting á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar sem snýr að umboði skipulagsfulltrúa til ákvörðunartöku ásamt nýju erindisbréfi skipulagsnefndar sem og heimild til að taka þátt með rafrænum hætti í fundum bæjarstjórnar og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins en sú heimild var ekki í fyrri tillögu. Einnig er lagður fram tölvupóstur frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem kemur fram að sveitarfélögum ber að mæla fyrir rétt sveitarstjórnarmanna til að taka þátt í fundum sveitarstjórna og í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins með rafrænum hætti í samþykktum stjórn sveitarfélaga. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum að vísa tillögunni til umsagnar í skipulags- og byggingarnefnd. Skipulags- og byggingarnefnd gerði á 255. fundi sínum ekki athugasemdir við tillögu bæjarráðs að breytingu á samþykkt bæjarins umboð skipulagsfulltrúa til ákvörðunartöku og nýtt erindisbréf sem breytir heiti nefndarinnar í skipulagsnefnd. Bæjarráð samþykkti á 635. fundi sínum tillögu að breytingu á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar varðandi fjarfundi og meðferð skipulagsmála og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna að teknu tilliti til umræða á fundinum. Bæjarstjórn samþykkti á 407. fundi sínum að vísa tillögunni til síðari umræðu. Bæjarráð samþykkti á 636. fundi sínum fyrir sitt leyti tillögu að breytingu á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar og lagði til við bæjarstjóra að samþykkja þær. Orðið er laust. Undir lið 14. Engin kveðið ljós. Bæjarstjórn samþykkir framleiðar breytingar á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar. Samþykktar breytingar á samþykktum stjórn Stykkishólmsbæjar verða sendar til staðfestingu innanríkisráðuneytisins samanber 1. málsgrein 9. greinar sveitarstjórnarlaga og þær birtar í framhaldinu í B-deild stjórnartíðinda samanber 1. málsgrein 3. greinar laga nr. 15 frá 2005 stjórnartíðindi og lögbirtingablað. Hverjir samþykkja þessar breytingar stjórn Stykkishólmsbæjar? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 15. Sameiginleg svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs 2022 til 2033. Lögð fram tillaga að nýrri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2022 til 2033. Óskað er eftir staðfestingu sveitarstjórnar á tillögunni fyrir 27. febrúar 2022. Orðið er laust. Undir þessum lið. Engin kveðið ljós. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar staðfestir tillöguna með þeim áherslum og fyrirvörum sem komu fram í umsögn Stykkishólmsbæjar. Hverjir eru samþykkið þessu? Og þetta er samþykkt samhliða. Það kom að lið 16. Óskum auki stöðuhlutfall við grunnskólann í Stykkishólmi. Lögð hér fram beiðni skólastjóra grunnskólans í Stykkishólmi auki stöðuhlutfall stuðningsfulltrúa við skólann. Bæjarráð samþykkti á 637. fundi sínum að leitað yrði frekar upplýsinga varðandi erindið og upplýsingar eru sendar á bæjarfulltrúa fyrir næsta bæjarstjórnarfund. Orðið er laust. Engin kveðið ljós.
Bæjarstjórn samþykkir beiðni skólastjóra grunnskólans í Stykkishólmi aukið stöðuhlutfall við grunnskólann í Stykkishólmi í samræmi við erindið út þetta skólaár. Hverjir eru samþykkið þessu? Og þetta samþykkt samhliða. Liður 17, húsnæðisáætlun 2022. Við lögðum hér fram rafræn húsnæðisáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2022. Byggð á samþykktri húsnæðisáætlun Stykkishólmsbæjar 2020 til 2028 sem samþykkt var á 391. fundi bæjarstjórnar. Bæjar á samþykkti á 637. fundi sínum fyrir sitt leyti rafræna húsnæðisáætlun Stykkishólmsbæjar 2022 og lagði til við bæjarstjórnar samþykkjana. Orðið er laust undir lið 17 húsnæðisáætlun 2022. Og enginn hversu hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 18 möguleg þátttaka Snæfellsness í UNESCO. Lagt er hér fram erindi Ragnhildar Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra svæðisgarðsins Snæfellsness, þar sem óskað er eftir viðbrögðum bæjarstjórnar við því að Snæfellsness verði tilnefnt sem UNESCO Man- and Biosphere svæði. Einnig lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra svæðisgarðsins málið. Bæjar á samþykkti á 637. fundi sínum þátttöku Stykkishólmsbæjar í verkefninu og vísaði afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 18. Mögulegu þátttöku Snæfellsness í UNESCO. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19 Skógarstrandarvegur. Lagt er fram erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sem sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar 33. mál. Þess er óskað að undirrituð umsókn berist eigi síður en 24. febrúar næstkomandi. Bæjarráð fól bæjarstjóra á 633. fundi sínum að senda umsókn tillögu til þingsályktunar hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar fyrir hönd Stykkishólmsbæjar sem tekur mið af fyrri umsóknum og ályktunum bæjarins vegna Skógarstrandarvegar. Orðið er laust. Þetta er lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 20 snjómokstur stíga og gangstétta í Stykkishólmi. Lögð er hér fram tillaga til Hrafnhildar Hallvarðsdóttur og Steinunnar Ingibjargar Magnúsdóttur að snjómokstur stíga og gangstétta í Stykkishólmi verði þjónustuflokkaður og tímasettur í verklagsreglum með sambærilegum hætti og snjómokstur gatnabæjarins og að í þeirri vinnu verði lögð áhersla á snjómokstur á aðalgötum og gangstéttum sem tengja hverfi og skólasvæði. Bæjar á samþykkti á 637. fundi sínum tillögu og fól sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs að útfæra tillöguna í samráði við bæjarstjóra. Orðið er laust. Þetta er lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 22 umsögn frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða og lögum veiðigjald eða öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. Lagt er hér fram frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Frumvarpið var gefið út 9. febrúar síðastliðinn af matvælaráðherra. Bæjarráð Stykkishólmsbæjar og bókað á 637. fundi sínum eftirfarandi. Stykkishólmsbær telur að mikilvægt sé að tryggja fyrirsjáanleika í rekstri atvinnufyrirtækja á sama tíma og lagðar séu skyldur á þá sem stunda fangslátt með nýtingaráætlun til þess að tryggja sjálfbærni. Stykkishólmsbær fagnar því að tekið hafi verið tillit til athugasemda landeiganda við Breiðafjörð í fyrirliggjandi frumvarpi varðandi afnám veiðigjalds. Stykkishólmsbær leggur þunga áherslu á líkt og frumvarpsstjóri gera ráð fyrir að ekkert svæði eigi að njóta forgangs á kostnað annars svæðis eins og fyrir lög gerðu ráð fyrir. Bókun bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 22 frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn... Nei.
Jú, þetta er sama. Þetta er ekki það sama. Fyrirgefðu. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, veiðistjórn sandkola og hryggleysingja. Lagt er hér fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald, öflun sjávarútvegs í atvinnuskyni. Frumvarpið var gefið út 9. febrúar síðastliðinn af matvælaráðherra. Bæjarráð lýsti yfir vonbrigðum sínum á 637. fundi með það ákvörðun að ákvæði er varða grásleppuveiðar hafi verið felld út úr frumvarpinu. Bæjarráð telur brýnt að endurskoða fyrirkomulag grásleppuveiða sem fyrst og vísar til fyrri ályktana og umsagna vegna málsins. Bæjarráð gerði að öðru leyti ekki efnislegar athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp og bókun bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Lið 22. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 23 sem er erindi frá félagi atvinnulífs í Stykkishólmi. Frá því lok árs 2019 hefur FAS haldið út í heimasíðunni visitstykkishólmur.is og öflugum markaðsherferðum sem bæði beinast að íslenskum og erlendum ferðamönnum. Lögðu fram ósk félagsins áframhaldandi samstarf við Stykkishólmsbæ svo hægt sé að halda kostnaðarsömu markaðsstarfi í þágu samfélagsins áfram. Bæjarráð samþykkti á 637. fundi sínum að styðja félag atvinnulífs í Stykkishólmi með því sama hætti og gert var með samningi við félagið á síðasta ári, samanber 3. grein þess samnings. Með tilliti til hækkana en að hámarki krónur 1.300.000. Orðið er laust undir lið 23. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 24. Heildarskipulag áningarstaðar og útsýnissvæðis á Súgandastíg. Lögðu fram til staðfestingar að deiliskipulagi fyrir Súgandastíg. Markmiðið með deiliskipulaginu er að móta ramma fyrir göngu og náttúruupplifun á eyjunni og tryggja jafnframt öryggi sjófarenda með sjótengdum mannvirkjum. Skipulagstillagan byggir á núverandi aðstæðum og niðurstöðum úr hugmyndasamkeppni skipulag og hönnun útsýnisstaðar á eyjunni. Lýsing deiliskipulagsverkefnisins var auglýst á heimasíðu bæjarins 4. maí 2021 og prentað eintak haft í sýnis í Ráðhúsinu. Frestur til að gera athugasemdir var til og með 3. júní 2021. Engar athugasemdir við lýsinguna bárust. Lýsingin var einnig send til umsóknar hjá eftirfarandi stofnunum: Skipulagsstofnun, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofu Vesturlands, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni, Breiðafjarðarnefnd og Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna 5 á Snæfellsnesi og bárust umsóknir frá öllum nema Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Náttúrustofu Vesturlands. Lýsingin var einnig lögð fyrir á 90. fundi hafnarstjórnar Stykkishólmshafnar sem gerði engar athugasemdir. Við áframhaldandi vinnslu tillögunnar hefur verið tekið tillit til ábendinga sem framkomu í umsögnum ofangreindra hagsmunaaðila. Á 400. fundi bæjarstjórnar þann 27. júní síðastliðinn samþykkti bæjarstjórn lýsingu deiliskipulagsins og vísaði til áframhaldandi deiliskipulagsvinnu og kynningar meðal bæjarbúa. Á 629. fundi bæjarráðs var lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Súgandastíg ásamt greinargerð og samþykkti bæjarráð í umboði bæjarstjórnar að tillagan verði kynnt fyrir bæjarbúum samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Í samræmi við tillögu skipulags- og byggingarnefndar þar deiliskipulagstillagan var kynnt á heimasíðu bæjarins 20. ágúst síðastliðinn og var opinn dagur á skrifstofu sveitarfélagsins þann 25. og 27. ágúst 2021 þar sem allir voru velkomnir til að kynna sér deiliskipulagstillöguna og koma á framfæri athugasemdum og eða ábendingum. Engar frekar athugasemdir eða ábendingar deiliskipulagstillöguna bárust á opnum dögum en athugasemdir eða ábendingar sem bárust eftir opnudagana yrðu teknar til meðferðar eftir auglýsingafrest eftir attökum ásamt öðrum athugasemdum. Skipulags- og byggingarnefnd fundur nr. 254 og bæjarráð fundur nr. 631 samþykktu tillöguna og lögðu til við bæjarstjórn og tillagan, það er uppdráttur og greinargerð ásamt húsakönnun, verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga.
Á 402. fundi sínum staðfesti bæjarstjórn og auglýsa tillöguna. 2 sátu hjá. Tillagan var auglýst frá 21. desember til 4. febrúar. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatímanum en 2 athugasemdir bárust 31. ágúst. Skipulags- og byggingarnefnd yfirfór á 257. fundi sínum framkomnar athugasemdir og umsagnir. Nefndin tók ekki undir efni þeirra 2 athugasemda sem bárust. Nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna að deiliskipulagi fyrir Súgandisey og að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð samþykkti á 636. fundi sínu fyrir sitt leyti tillöguna og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Súgandisey og að tillagan verði send til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust undir lið 24. Erla Friðsdóttir, bæjarfulltrúi Ólafsdal, við biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Erla. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að gera grein fyrir því að ég mun sitja hjá í þessu máli eins og ég hef gert undanfarið og vísa í fyrri bókanir okkar Stykkishólms. Takk fyrir þetta, Erla. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki. Bæjarstjórn tekur undir með skipulags- og byggingarnefnd, staðfestir fyrirliggjandi umsagnir og samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Súgandisey samanber 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarstjórn felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra sem athugasemdir gerðu, senda tillögun til yfirferðar Skipulagsstofnunar og að birta auglýsingu samþykkt deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda eftir yfirferð Skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir greiða atkvæði á móti? Og einn situr hjá. Liður 25. Asko Harvester samstarf vegna atvinnuuppbyggingar. Lagt er fram erindi frá Asko Harvester sem felur í sér umsókn lóðina Nesfjörð 22a til vinnslu, rannsókna og kynninga á framleiðslu þörunga ásamt óskum samstarf atvinnuuppbyggingu. Bæjarráð samþykkti á 637. fundi sínum að fela bæjarstjórn að ganga til samninga við Asko Harvester EHF í samræmi við erindi félagsins. Bæjarráð lagði jafnframt áherslu á að fulltrúar Asko Harvester EHF kynni áformin fyrir íbúum og endanlegar útfærslur verði unnar í sem mestri sáttu umhverfi, íbúa og aðra hagsmunaaðila. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 25. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það eru liðið 26 sem við vorum búin með. Og við fyrir með liðið 27 sem hefur gæta 1 umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Sara Gillis sækir fyrir hönd Höfðagötu 1 EHF breytingar og samþykktum aðaluppdrættum byggingarleyfi 181.003. Sóttur fyrsta lagi að rífa hluta af byggingu á baklið hús, öðru lagi að endurbyggja norðaustur hluta sem stakt hús og breyta því í vinnustofu og í þriðja lagi breyta innraskipulagi og útliti suðvestur hluta hússins og þannig fækka gistiherbyggjum í 5, 4 tveggjamanna herbyggi og 1 fjölskylduherbyggi. Að mati byggingafulltrúa er hér ekki að ræða óverulega breytingu samkvæmt grein 234 í kafla byggingarleyfisskyldar framkvæmdir í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Er hér meðal annars vísað til breytinga á útliti hússins og hugsanlegra áhrifa á nærumhverfi. Það sem ekki liggur fyrir samþykkt deiliskipulag fyrir svæði sem heimila breytinguna, metur byggingafulltrúi það svo að grenndarkynna skuli breytinguna og leggur til við skipulags- og byggingarnefnd að hún samþykki að grenndarkynna. Skipulags- og byggingarnefnd benti á 257. fundi sínum að í gildi sé deiliskipulag fyrir þinghúshöfuð frá 2011
og telur að fyrirhugaðar breytingar falli að skilmálum sem þar eru settir fram hvað varðar útlitskröfur. Hins vegar þar sem að hækkun á þaki að hluta til telur nefndin engu að síður rétt að grenndarkynna erindi fyrir lóðarhöfum skólastigs 5, 8 og 10 og þverfið 12 samanber 2. málsgrein 43. skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Á 637. fundi sínum vísaði bæjarráð afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar til bæjarstjórnar. Lagðar fram skipulagsuppdráttur vegna breytingarnar og orðið er laust undir lið 27. Og enginn hefur beðið orðið. Bæjarstjórn samþykkir með vísan til minnisblaðs skipulagsfulltrúa að vísa málunum til afgreiðslu hjá byggingarfulltrúa þar sem fyrirhuguð breyting á Höfðagötu 1 fellur að markmiðum og skipulagsskilmálum sem settur eru fram í deiliskipulagi Þinghúshöfða frá 2011 hvað varðar útlitsbreytingu, flatarmál, hæð og form og kallar þar af leiðandi ekki á breytingu á deiliskipulagi, líkt og til að skipulags- og byggingarnefndar gerir ráð fyrir. Hver er samþykkja þetta? Og það er samþykkt samhliða. Liður 28, úthlutun byggðakvóta fyrir 2021 til 2022. Lagt hér fram erindi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu varðar skiptingu á almennum byggðakvóta vegna fiskveiðiársins 2021 til 2022. Einnig er lögð fram auglýsing staðfestingu reglna sveitarfélaga úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2020 til 2021. Leiðbeiningar vegna tillaga sveitarstjórna sérreglu vegna byggðakvóta ásamt tillögu Stykkishólmsbæjar að sérstökum skilyrðum fyrir úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2021 til 2022. Bæjarráð samþykkti á 636. fundi sínum framlagða tillögu ályktunar skilyrði fyrir úthlutun aflamarks í tengslu við byggðakvóta vegna úthlutunar byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið eða tímabilið 2021 til 2022. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 28. Ragnar, bæjarfulltrúi Ellista hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara velti fyrir mig þegar ég var að skoða þessar reglur, er ekki fresturinn runnin út til að sækja þessar breytingar á úthlutun byggðakvótans? Rann hann ekki út í febrúar eða? Kannski leiðist með fyrir mér randmál. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er rétt athuga hjá bæjarfulltrúa Ragnari að 31. janúar rann út frestur en það liggur fyrir að Stykkishólmsbær er með frest til 28. febrúar til að skila inn sérreglum. Þannig að það hins vegar láðist að setja það undir fundauka greinilega. Við biðst afsökunar á því. Og þetta komið í ljós. Fleiri sem vilja taka til máls. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 29. Breiðafjarðarferja Baldur. Lagt er fram erindi frá nefndarsviði Alþingis þar sem umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsókn Stykkishólmsbæjar tillögu til þingsályktunar kaup á nýrri Breiðafjarðarferju 47. mál. Bæjarstjórn Stykkishólms, já, orðið er laust undir þessum lið. Ég les þá hér. Umsókn Stykkishólmsbæjar. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar tekur undir þingsályktunina en leggur áherslu á umhverfisvæna kosti svo sem bráðabirgðalausn til lengri tíma. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar vekur athygli á ályktunum samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, hvort sem stjórnarsamtakanna og nú síðast á haustþingi samtakanna 29. september 2021, þar sem kom meðal annars fram að nauðsynlegt sé að ríkið fjárfesti í nýrri og öflugri ferju sem uppfylli alla nútíma öryggiskröfur
og hefji siglingar eins fljótt og verða má, enda sýndi það sig á síðastliðin vetur að litlu mátti muna að illa færi því að núverandi ferja var vélarvana á miðjum firðinum. Að öðru leyti vísar bæjarstjórn til fyrri afgreiðslna og ályktana Stykkishólmsbæjar vegna málsins sem skoðast einnig sem hluti af umsókn Stykkishólmsbæjar þingsályktunartillöguna og felur bæjarstjóra að ganga frá umsókn og senda til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Hver eru samþykkir þessari umsókn Stykkishólmsbæjar? Og það er samþykkt samhliða. Það er komið að síðasta liði á dagskrá sem er nr. 30 og það eru minnispunktar bæjarstjóra og ég gef Jakob orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir febrúarmánuð 2022. COVID-19 faraldurinn hefur herjað okkur í Stykkishólmi undanfarið. Þetta hefur haft áhrif á skólastarf í bænum. Í leikskóla voru 18 starfsmenn frá vegna smita þegar mest var og svipað sögu var að segja frá grunnskólanum. Töluverður fjöldi nemenda bæði í leik- og grunnskóla hafa smitast og foreldrar þurftu að halda börnum heima fyrir. Ég held að ég vilji einnig fyrir hönd leikskólans þakka þeim foreldrum sem tóku tillit til aðstæðna og héldu börnum heima til þess að auðvelda starfsemi leikskólans á þessum vettvangi hér. Í ljósi stöðuna sendu bæði dvalarheimilið í Stykkishólmi og legudeild heilsugæslunnar frá sér yfirlýsingar miðjan febrúar þar sem farið var yfir heimsóknartakmarkanir vegna fjölgunar smita. Þessi bylgja gengur vonandi hratt yfir en það er erfitt að segja til það en vonandi kemst allt í eðlilegt horf sem fyrst og fólk nái sér af veikindum en síðan er frá því einnig að segja eins og allir hér inni þekkja að frá með nú á miðnætti nú í kvöld eða frá með föstudaginn 25. janúar verður með öllum opinberum sóttvarnar aðgerðum vegna heimsfaraldurs COVID-19 aflétt jafnt innanlands og á landamærum. Þar með falla á brott allar reglur takmarkanir á samkomu og einnig skólahaldi og einnig krafum einangrun þeirra sem að sýkjast af COVID-19. Stjórn Suðureyja ákvað að nota styrk sem félagið fekk frá sóknaráðum Vesturlands til þess að greiða húsaleigu fyrir frumkvöðla sem eru að hefja eigin rekstur. Þetta kom fram í tilkynningu félagsins á dögunum. Hverjum og einum býst þannig frí aðstæði í Árnasetri í Stykkishólmi í alltaf 6 mánuði. Og vert er að benda áherslu á það að Stykkishólmsbær og Matthías gerðu nýverið með sér samkomulag um uppbyggingu samstarfs í Stykkishólmi með áherslu á fræðslu, nýsköpun, rannsóknir og atvinnuuppbygging innan sveitarfélagsins sem getur þá jafnframt nýst frumkvöðlum í þeirra störfum. Báðir aðilar samkomulagsins munu nýta sér styrkleika sín og innviði til eins og kostur er og getur þannig samningurinn komið á nótum og ég hvet áhugasaman til þess að kynna sér það nánar eða hafa samband við bæjarskrifstofuna eða ráðhúsið. Einnig vil ég á þessum vettvangi hér fagna þessu framtaki Suðureyja og hvetja frumkvöðla til þess að nýta sér þetta tækifæri og sækjast eftir aðstöðu, þessir frábæru aðstöðu sem þarna er komin upp. Staða hafnavarðar eða hafsögumanns var við Stykkishólmshöfn var auglýst umsóknar nú á dögunum að ræða fullt starf auk bakvakta. Starfið felur meðal annars í sér hafnsögu skipa hafnarsvæði, almenna starfsemi hafnarinnar og þjónustu við viðskipti við hennar, vigtun sjávarafla og skráningu upplýsinga löndun ásamt skráningu og sýslugerðum sem við kemur allir umferð hafnarsvæði og hafnsögu.
Hafnarvörður gerir einnig reikning og sendir út til viðskiptavina og svo framvegis. Sem er bent á að umsagnarfrestur til 28. febrúar næstkomandi. Framtak Magnúsar Inga Bæringssonar tómstund- og æskulýðsfulltrúa og Siggu Lóu vakti mikla lukku Hólmara en þau tóku sig til og sópuðu snjó af vellinum við flugstöðuna og vöktu athygli fólks á því fína skautasvæði. Þá vakti jafnframt lukku þegar troðin var gönguskíðabraut á golfvellinum skömmu síðar. Fjöldi Hólmara hafa látið reyna á færni síni á skautum og gönguskíðum síðustu dag og því ber fagna og þetta er frábært framtak og vil ég þakka þeim kærlega fyrir það. Starfsmenn þjónustusmiðstöðvar ásamt verktökum hafa átt í fullu fangi með snjómokstur og hálkuvarnir í þessum mánuði. Undanfarið hafa þeir unnið að því að brjóta upp klaka sem liggur yfir niðurföllum svo vatn er greiða náðgang niður þegar hlýnar í veðri eins og spár gera ráð fyrir nú á næstu dögum. Fulltrúar og atvinnu- og nýsköpunarnefnd heimsóttu ásamt þeim sem hér stendur hátt í 30 vinnustaði í Stykkishólmi í byrjun nóvember síðastliðnum. Stendur til að heimsækja þá vinnustaði sem ekki náðist að heimsækja í nóvember núna eftir helgi eða dagana 28. til 2. mars. Markmið heimsóknar er meðal annars að undirbúa samráðsvettvang og kynna starfsemi fyrirtækjanna, fyrirliggjandi áskorunum og tækifærum þannig að Stykkishólmsbær geti betur stutt við hagsmuni atvinnulífsins í sinni stefnumörkun og hagsmunagæslu. En að þessu sögðu þá lýk ég yfirferð minni yfir minnispunkta mína fyrir febrúarmánuð 2022. Ég þakka Jakobi bæjarstjóra fyrir góða minnispunkta og orðið er laust undir þessum lið minnispunkta bæjarstjóra. Enginn hefur kveðið sér ljós undir þessu lið. Benda samt á að það má líka alveg þakka ömmum og öfum sem voru heima með barnabörnin svo leikskólinn geti gengið. Eigum ágætis samfélag hérna, almennt. En þá komum við að því að slíta fundi. Þakka góða fundarsetu og fínan fund og slít fundi klukkan 17:53.